Hæ, ég heiti Viktoría, ég iðnaðarverkfræðingur og hef starfað við stöðurumbætur eða lín núna í yfir 10 ár og í dag ætla ég aðeins að fara yfir hvað 5S eru. Núna er meistaramánuður og allir að hugsa örugglega, hvað get ég gert? Nú, eitt af því sem þú getur gert er að 5S-a, annarkvort í starfinu þínu eða það sem þú vinnur, eða heima hjá þér. Það er mjög margir sem að tengja 5S við minimalískan lífstíl heima hjá sér þegar ég kenni þetta og það er ekki fyrir það, ég myndi segja að þetta tvennt tengist mjög nálægt. En við skulum sjá hvað þér finnst. 5S er í rauninni tól til að sjá sóun. Við getum ekki farið að laga ferla ef við erum alltaf að leita af öllu sem við erum að gera, ef við erum að hlaupa út allt þegar hlutinni geta verið nálægt hvort öðru. 5S stendur í rauninni fyrir 5 japönsk orð. Og þetta er japönsku kennsla líka. Það er sem sagt seiri eða sortera, seiton eða staðsetja, seisó eða snirta eða taka til, seiketsu sem er að staðla og sitsuke sem er að styðja eða viðhalda. Það var ekki til nógu gott þarna, myndi ég segja. En ég ætla að fara aðeins yfir hvað hvert og eitt þýðir. Nú, áður en við förum lengra, þá eru mjög margir sem halda 5S sé bara að taka til og svo er þetta bara búið. En 5S er svo miklu meira. Þetta er undirbúningur fyrir flæði, þetta er frábær leið til að kenna starfsfólki bara hvað er lín og hvað er sóun og þú veist, þannig að þetta er frábær kennsluaðferð líka. Þetta er frábært fyrsta verkefni og ætlar að halda svona umbótavinnustofu, þá er þetta æðislegt verkefni til að gera það. Og líka að við viljum ekki að taka til sig alltaf eitthvað átak. Bara, núna er hérna þrifadagurinn einu svona ári. Við viljum þetta sé stanslaust í ykkur rútínu. Og þar koma síðustu 2 sem staðla og styðja inn í og það er munurinn á því og svona hefðbundin bara þrifaprógram. Þannig að ef við byrjum á að sortera. Sortera að þá byrja maður að skoða verkstöðuna sína eða tölvuna eða hvað sem það er og hugsa hvað er ég að nota, hvað er ég ekki að nota. Vanalega þegar ég er að gera það þá rífi ég allt úr hillunum maður og ég er búin að búa til svona 3 kassa og í einu kassa stendur ég veit ekki hvað er, það á að henda þessu og það vantar staðsetningu. Ég hvet ykkur bara til þess að í hendaflokknum að flokka strax. Ég lærði á því að þurfa að flokka eftir á, það var ekkert sérstakt. Þannig að ef þið eru með hóp þá fara bara allir út á gólfið og allir er að gera þetta og setja í þessa kassa. Nú, hérna er gott að hafa í huga að ef þú hefur ekki notað eitthvað mjög lengi eða einhvað er ónýtt að þá hendur því og þú veist, eða segir ég veit ekki hvað það á að vera, það þarf allavega ekki að vera nálægt á starfstöðunni minni. Ég tek oft dæmi með fataskápinn ef við tengjum við minimalíska lífstíl. Þess að maður tekur allt úr fataskápnum og maður skoðar hvað er á stórt á mig, hvað er á lítið, hvað er ég hægt að nota, hvað er götótt og þannig tekur maður úr fataskápnum og hefur rauninni bara eftir það sem er mikilvægt og það sem maður notar dagstaglega. Síðan er það að staðsetja, hvað ætla ég að geyma hlutina. Þannig að það sem ég nota oftast vil ég hafa nær mér og það sem ég nota sjaldnar vil ég hafa fjær mér. Þannig að ef við tökum aftur dæmið fataskápinn, þá meikar ekkert sens að ég hafi skíðadótið mitt hjá nærbuksunum mínum. Ég er bara að nota skíðadótið mitt á veturnar, en ég fer í hreina nærjur á hverjum mótni. Þannig að það vil ég hafa nær mér, hitt getur verið út í skór. Síðan er það snirta og þá fara allir út og taka til og vinnustaðurinn eða vinnusvæðið er gert eins og á að vera í fullkomnu ástandi. Og hérna segir bara ekki gleyma að taka myndir vegna þess að það sem er hreint fyrir mér er kannski ekki hreint fyrir þér. Þannig að það er mikilvægt að taka myndir vegna þess að þá eru öll sammála hvað hreint þýðir. Loksins er það staðla. Og það sem við meinum með staðla er að við fáum alltaf sama út úr. Við notum ýmislegt til að hjálpa okkur hér eins og merkingar. Hvar eiga hlutirnir að vera? Við ákveðum líka hvernig ætlum við að staðla þetta hlutverk. Við ákveðum líka hvernig ætlum við að staðla eftirfylgnina í þessu 5S. Þannig að þetta er meira heldur en í rauninni bara að merkja. Nú, hér er ég oft spurð. Býtu Viktoría, á ég þá að merkja, þú veist, hvar músin mín er, hvar þetta er? Nei, við ætlum að nota common sense hérna. Ef að ég er ein á minni vinnustöð og það er skrifborð og það er enginn sem er að taka verkfæri mín eða neitt slíkt, þá glími ég ekki við það vandamál að ég sé að leita verkfærinu mínu. Þau eru bara á sínum stað. Þá myndi ég frekar hugsa, hvernig eru sameiginlegu svæðin sem margir eru að nota. Þannig að hugsið alltaf þetta. Það var nefnilega ein kona sem spurði mig, sem ég var að kenna,
að því ég var að taka fataskáps dæmið og hún segir, Viktoría, það meikar ekkert sens, ég bý ein, af hverju ætti ég að vera að merkja til dæmis hvar nærbuxurnar mínar væru eða skónir eða whatever. Og ég sagði, það meikar ekki sens vegna þess að þú gengur frá þvottunin sjálf og þú veist vonandi hvar það er geymt. En ég gleymi til dæmis við það vandamál að ég vil að einhver annar seti þvottin í, maðurinn minn. Og hann segir alltaf, ég veit ekki hvar fötin er að vera, þannig að ég get ekki gengið frá þeim. Þannig að þá vil ég merkja vegna þess að ég vil tryggja að fötin mín fara á réttan stað. Þannig að við erum alltaf að hugsa þessar spurningar, byrju hvaða vandamál erum við að reyna að leysa, mun þetta leysa vandamáli mitt? Og ef það er nei við því, þú veist, ef þú ert ekki með vandamál eða einhver sé að týna dótinu, þá kannski þarf þetta ekki að merkja. Hafðu þetta alltaf í huga. Svo má nefna dæmi það að í staðla, þú veist, ef maður hugsa hvað fyrirtæki hafa staðla vel, þá getur maður til dæmis hugsað McDonald's. Það skiptir ekki máli hvort þú ferð á McDonald's í Rio de Janeiro eða Bandaríkjunum eða hvar sem það er alltaf eins. Og þar vegna þess að þau eru búin að búa til ákveðna hluti þannig að franska skammturinn er alltaf jafn stór af því að það sem maður setur franskarnar í það er alltaf eins. Hvernig þau búa til hamborgarna, þetta er allt eins og staðlað. Og þannig viljum við að þetta sé hjá okkur. Síðan er það styðja. Og styðja er rauninni mikilvægasta skrefið en lang erfiðast eins og alltaf. Ég meina við fáum alltaf nýja peysur og ýmislegt sem fer í fataskápinn og af einhverjum ástæðum þá bólnar hann alltaf út. Þannig að styðja eða viðhalda þetta skiptir svo miklu máli. Og það eru ákveðin atriði sem hægt er að gera. Til dæmis er hægt að hafa svona borð ef þetta er framleiðsla þar sem er sagt ok, þú veist ekki hvert á að fara eða þá að henda þessu, þá máttu setja þetta á borðið þannig að þú ert að gefa þarna starfsmönnum tækifæri til þess að koma með hlutina. Þú getur gert þetta með þrifaplani, þannig að hver á að þrífa, hvað og hvenar. En það sem að mér þótti best var að nota úttektir. Þannig að við vorum með til dæmis úttektir á skrifstofu, á framleiðslusvæðinu og fleiri stöðum og það bara kemur eitthvað svona keppnisandi fólki talangi og með eitthvað smá velun og þá gengur hluturinn betur. Talangi eða þú ert með stuðningsstjórnanda sem er að fylgjast með þessum mælikvörðum, þetta eru bara hardcore mælikvarðar, að þá gengur það ennþá betur. Þannig að núna hvet ég ykkur til þess að fara út og fimmessa annarkvort í tölvun ykkar, á skrifstofunni, í framleiðslunni, saman hvar þið eruð, bara byrja. Og ef þið eru feimin að byrja, byrjiði heima hjá okkur. En gleymið ekki að taka fyrir og eftirmyndir vegna þess að þær segja meira en 1000 orð. Gangi ykkur vel.